Ég heiti Bergrún Íris og ég barnabókahöfundur. Hvernig þitt ADHD? Það viðráðanlegt sko. Það truflar mig rosa mikið við, ég alltaf að gleyma hlutum. En svo ég bara að drukkna í hugmyndum. Það einhvern veginn alltaf rosalega mikið í gangi í höfðinu á mér. Hvenær greinistu? Það 3 ár síðan ég fékk greininguna, 4 síðan ég fór í þetta ferli og hefði þá verið að vinna í kvíðanum mínum í langan tíma og vissi alltaf að ég var með kvíðaröskun. Þegar læknirinn minn segir, langar þig ekkert að vinna í rótinni? Eigum við ekkert að laga ADHD-ið þitt? Hvað ertu að tala um? Ég ekki með svoleiðis. En hún fer að svona útskýra aðeins fyrir mér að allt sem hafði verið að valda mér kvíða snerist rosalega mikið ADHD. Þannig að þetta var smá svona aha moment þar sem að ég fyrir að endurskoða alla mína skólagöngu og ég var góður námsmaður, bara mjög góður námsmaður en ofboðslega upptekin að ég að standa mig vel og alltaf samt einhvern veginn með allt niður mig. Alltaf að gleyma einhverju, alltaf að klúðra einhverju og rosa mikið að breiða yfir það. Og þannig verður til þessi kvíði, sko. Hver er kveikjan svona, ef þú getur svona næstu kannski pinpointa kveikjuna sem svona, já ok, ég þarf kannski að bara að skoða þetta aðeins. Já, það var alveg svona rosaleg stund þar sem að ég var með strákana mína heima, annar nokkra mánaða og hinn nokkra ára, við vorum eitthvað að leika okkur. Þurfum að byrja að baka, ég og eldri strákurinn og við erum hálfnað að baka þegar ég fer að hengja upp þvottinn og þá þarf að skipta upp bleiu á litla dýrinu og svo vorum við komin út að leika því það var sól og ég ríf alla út og við erum að leika í sandkassanum og byggja einhvern rosa sandkastala og þá fattaði ég alltaf inn að leika okkur Lottaðirinn í Elliðaárdal og ég átti boðsmiða og ég man hvað ég var ofboðslega stolt af mér að muna eftir vagninum. Kom heim og þá stendur hurðin galopin út, þvotturinn á gólfinu, það ennþá kveikt á ofninum, degið bara í skálinni. Ég hafði einhvern veginn bara byrjað á 100 verkefnum og stormað út og þetta var búið að vera í gangi svolítið lengi en þarna hefði ég getað kveikt í. Og það alltaf þessi hefði getað kveikt í moment sem að einkenna svolítið líf mitt. En ég búin að prófa að taka lyf og það búið að prófa alls konar en mér líkar bara svo vel við ADHD-ið mitt. Ég nota það svo mikið að ég vil eiginlega ekki slökkva á því. En ég hef möguleikann á því. Það svona aðstæður þar sem að ég bara líkamlega get ekki verið kyrr, þar sem þetta getur hjálpað, en að staðaldri nei. Ég var erfitt með að sofna á kvöldin og mér finnst ekki gera nógu mikið fyrir mig. Og það sem ég fann að því ég tók við í nokkra mánuði, að ég fekk svona þessa ofboðslega ofureinbeitingu og það hægðist svolítið á öllu. Og þá var ég ekki að jögla öllum þessu verkefnum sem að mér finnst svo gaman að gera. Breyttist hugarfarið þitt svona gagnvart sjálfur þér bara þegar þú færð greininguna? Í raun og veru það að fá að vita að það væri eitthvað var til þess að mér fannst allt í einu ekkert vera að. Og þannig ég fekk rosa mikla svona slökunartilfinningu bara og umburðarlyndi. Þegar þú ert að vinna, ertu með eitthvað tricks eða ertu með eitthvað leiðir sem þú sækir í? Ég svona listakona í fleiri en einum skilningi. Ég nota rosalega mikið lista til þess að halda mig við efnið. Því mér finnst svo ofboðslega góð tilfinning að geta strókað yfir og vera búið með eitthvað. Og ef ég til dæmis að fara að skrifa, því að nú skrifin svolítið, þú ert að fara að setjast niður í nokkra klukkutíma helst og bara slaka á og fara algjörlega inn í einhvern heim. Ég get það svo lengi sem ég búin að undirbúa mig alveg rosalega vel. Ég þarf að vera með allt við höndina, þannig að ég stend ekki upp. Ef ég stend upp þá mögulega get ég fyrir að hendi í þvottavél eða gera eitthvað vitleysu. Ertu með eitthvað ráð til fólks sem kannski ekki búið að fara í greiningu eða kannski í ferlunni eða? Ég myndi bara segja með allt sem okkur finnst ama að okkur, settu þig inn í það með það markmiði að þú ætlir að vinna í því. Ekki bara náðir í þetta sem einhverja hækju eða einhverja afsökun. Af því að þetta miklu meira kostur heldur en galli. Þetta bara svona náðargjöf í mínu starfi. Ég ofboðslega glöð að hafa þetta. Þá spyr ég mig út af þessu. ADHD þá ofurkraftur? Klára ofurkraftur, algjörlega. En eins og mér bara með alla ofurkrafta, maður þarf að passa sig á þeim. Hölk þarf að passa sig að brjóta ekki borðin, og ég þarf að passa með ADHD bara láta mig ekki kveikja í húsinu,